Fallegi tónar hérna hjá Ríhönnu, það þátturinn FM 95 Blö sem að hilsar ykkur á þessum stórkostlega 50 degi og já, sem fyrir það Hjörvar Hafleðarsson sem með mér inn í stúdíónu, verður velkominn. Sem fyrir á 50 dögum. Já. Herðu, við erum með spikfeitan þátt í dag, þó við segjum sjálfur frá. Jú, það rétt. Mikill gestagangur hjá okkur? Já, að venju. Já, þau eru að koma hérna, skal ég eitthvað segja, stelpunar úr Galaxy er á leiðinni. Koma hérna eftir og svo erum við líka með næst fyndnasta mann Íslands sem heitir Jón Helgi. Já, ég hef heyrt mikið hann og hann auðvitað sló í gegn þetta á mbl.is. Já. Það þekkir náttúrulega allir orðið plastbókagríni aðeins og allt þetta, þannig að ég held að við hefðum eiginlega ekki geta verið með betri gest. Nei, hann gerir mikið grín af fólki sem er að labba og svona og... Já, hann er með eitthvað nýtt í þessum comedy-bransa sem að er ekki ossanlega að slá í gegn og menn vilja að fá að heyra meira frá þessum gæja. Já, sjálfsög, og þið fáið að heyra hér á eftir. Herðu, svo erum við líka með Jón Jónsson, hann ætlar að mæta hérna eftir og ætlar að grípa í gítarinn því að ég og Hjöppa ætlum að vera með okkar svona eigi litla eldhúspartí hérna. Já, ég meina, það er eina sem virkar. Já, við ætlum að setja eitthvað lög jafnvel í nýjan búning og svo erum við með annan skemmtikraft sem heitir Brjál Breki. Já, það er einhver algjör snillingur ég að heyra. Hann er með stand-up-bæði í framhaldsskólum og vinnustöðum og eitthvað og ég ætlum að reyna að fá ná á honum. Já, það er víst algjör grínist og svo koma strákarnir í dikta, þannig eins og ég segi, þetta er alveg spikfeitur þáttur, svo erum við með Hemma Gunn viðtali á sínum stað og þannig að það er nóg að vera hjá okkur. Já, og það er búið að vera hörku vika hjá þér sko, í útvarpinu sko. Já, það var þetta ekki svolítið hana? Jú, ég hlusta reyndar ekki þegar ég er ekki sjálfur í útvarpinu. Nú, hvernig veist það að það sé búið hörku vika? Já, ég heyri svona eitt og eitt orð sko. Já, ok, takk fyrir það. En ég heyrði að þið voru að tala um Lindex opnununa. Já, Jósefi. Já. Ég vissi ekki að þið voru svona leiðilegir að þið myndi fara að töðu við því sko. Við vorum ekkert að töða, við vorum bara að segja að þetta væri ótrúlegt. Hvað er ótrúlegt við þetta? Það skulle myndast bara röð. Þú greinilega þekkir ekkert konur. Það er vandamálum með þig. Já, það er kannski... Konur elskar nýjungar. Það útskýrir ýmislegt í mínu lífi. Já. Konur elskar nýjungar. Já. Það elskar eitthvað nýtt. Þarna var opnað eitthvað nýtt og þá mæta þær allar þangað. Já. Þetta var bara alveg svo þegar breski herinn kom fyrst til Íslands. Nú ertu kannski ekki sterkur heldur í sögu. En þá voru íslensku konur alveg óðar og fóru allar í Breta. Svo kom bandaríski herinn og þá var til... En ert það líka því við verslun í Smáralind? Já, ég er að segja, þú veist, þær elskar eitthvað nýtt. Já. Það er bara alltaf good shit að fá eitthvað nýtt á þess að sko, þetta er svo einmannlegt að vera svona lítill leiðu. Þegar kemur eitthvað nýtt, þá var það spenntar. Ok, en náttúrulega FN95 Blöð, nýr þáttur, er það spenntar yfir því? Já, þess vegna er það að hlusta okkur núna. Já, ég fíla það. En ég er að segja, þú veist, þegar kemur eitthvað nýtt, þetta er eins og þegar kaninn var hérna, þá voru þær allar að fara á kanan og þá voru til eitthvað ömurlegt orð sem heitir kanamellur. Hefur heyrt það? Já, ég kannast við orðið. Ég er að segja það, þú veist, amma félaga minns var svo graðast af öllum. Hún á held ég börn með 3 kunnum og lá undir þeim svona 15. Er það engin líf? Elskaði það. Já, ok. Þannig að, þú veist, nýjungar. Já. Stelpur elskar nýjungar. En skiptir það einhver máli hvaða nýjunga er það? Nei, bara eitthvað good shit nýjung. Já, ok. Svo allt í hennu fóru Júgóslavar að koma inn í fótboltan, þeir sló í gegn. Svo komu blökkumenn frá Bandaríkjunum í körfuboltina, það sló í gegn. Lindex núna, allt sem er nýtt slæðir í gegn. Já, ok, ég verð bara að taka það orðinu. Þetta er... Svona virkar þessi bransi, kallinn minn. Já, það er ekkert annað. En þú náttúrulega áttu ekki konu sem veist verið í Lindex, en fór eitthvað að fá mammaðinn eða sýstiðinn eða, veistu það? Já, við fórum all. Ég hef búin að fara núna 3. Ok, getur það útskipt fyrir mig hvað þetta er? Þetta eru sem sagt nærföt á konur og börn. Já, ok, er þetta svona Victoria's Secret dæmi eitthvað? Nei, þetta er bara svona... þú veist, það er svo erfitt að lýsa þessar upplifun. Já. Þetta er bara geggjað. Er þetta eitthvað sem maður verður að mæta? Já, þetta er bara... þú veist, þetta er alveg klikkað. Ok, ég bara, eins og ég segi, ég treysti þér, þú ert fróður maður og óska ég þá bara Íslendingum til hamingju með þessa verslun. En ég held hins að fyrst yrði allt geðbilað ef Victoria's Secret kemi eða H&M. Já, ég held reynda sko að... Ég held að við myndum bara ekki höndla það. Nei, ég meina við höndluðum IKEA. Reyndar? Djöfull gaman IKEA. Hefur þú farið á fyllir í IKEA? Ég hef einhvern tíma að þetta er eini staðurinn í Garðabænum sem seldu bjór. Samfélgist er með að búa þarna. Nei, hvað, það er ekkert að þið búið í Garðabænum? Þetta er eini staður sem þú getur keypt bjór þarna. Í IKEA? Já, hvað er það annar staður að kaupa bjór þarna? Það var loka ríkinu. Nú bara ekkert að mikið fyrir bjór þarna, ég hef ekkert að spá í því. Þetta er það leiðilegu bæri að hafa loka ríkinu. Nei, alveg. Ég er ekki áfengisverslan. Nei, það var inn í einhverju gamlingja heimili þarna og það var bara gjaldrúta um leið bara svona. Já, eða það bara að búa svo heilbrigðir
íbúðar hann í Garðabæ að fólk ekkert í því að liggja í því bara. Hrunið náttúrulega fór illa þannig að það kannski eru meira bara að brugga sjálfur, gambra og eitthvað. Já, kannast ekki við það. En herðu, það styttist í þetta í næst vinnastamann Íslands og fleiri skemmtikrata en við ætlum að fá, eitt af mínum uppáhaldslögum. Mér að kenna þó heyrist lítið í magniðinu. Jó, það þér að kenna því að þú ert búin að vera að vinna núna í útvarpi ykkur tæpa 3 vikur og þú kannt ekki þá neina græjur. Jó, herðu, þarf alltaf að koma. Ég var að segja hérna frá félaga mínum sem að hafa átt ömmu sem að leta ykkur 20 kanna á sig hérna á Stríðsárún. Já, ekki bara ágætt að það heyrist ekki í þið þá? Jú, en það er samt hundlegilegt fyrir hann að greiða því að hann hlakkaði til að heyra. Hann hlakkaði til? Hún á metið sko. 20 skráðir en þeir voru ábúinlega nær 200 en við erum komin með finnastamann Íslands, næst finnastamann Íslands. Já, þessi maður á það sameiginlegt, hann lendi í öðru sæti sem ég. Vertu velkominn, Jón Helgi. Já, takk fyrir. Hvað segir kallinn? Bara allt flott, stórskælt, frábært, æðislegt. Það ekki? Jú. Jón Helgi, þú ert búin að slá í gegn og allir að tala og þessi innslög og hvað ertu gamall og hvaðan ertu og allir svo bæki? Ég er bara 24 ára, er bara hjá nú bænum. Ok, hvaðan? Hvaðan, ég veit ekki, hvað fættist ég? Eitthvað spítala bara? Nei, úr hvað ertu? Ég er Vóunum. Út úr Vóunum, ok. En hvað hérna, sem sagt við ætlum að spila hérna smá bútnaður eftir úr keppninni, þú lendir hérna í öðru sæti. Já. Ertu búin að vera að grínast lengi? Já, bara allir með næfi sko, eiginlega. Alltaf í næfi? Já. Hverjar eru svona fyrirmyndaðinni í grínu? Ég myndi segja að sko, kannski Jón Gnarr og Sif Jón Kjartansson. Þessi íslensku sko bara. Já. Íslensk humor var svona sérstakur. En bjóstu við því að slá svona í gegn að menn myndu svona gleypa þetta svona fljótt og fíla komedíið svona vel? Ég veit ekki, hvað er ykkur margir búin að segja að ég slegi í gegn? Ég bara allavega þeir sem ég hef talað við og sett að þú setur komið þáttinn, þá fannst öllum vangið fyndið þarna innslæðið þarna á mbl.is. Og líka fyrst þú ert komin í FN95 blöð, þá er það að gera eitthvað rétt kallið minn. Já, fólkinu vinnunni hjá mér finnst þetta sko ekki fyndið sko. Ekki? Já, nei sko, ég held að þetta sko, það var enginn sko fyndin á sinni eigin kaffistofu. Nei, nákvæmlega. Það var enginn spámaður í sinni eigin föðurlandi. Nei, sko, fólk er bara að finna á annar mann kaffistofum, ekkert að finna sinni eigin. Hvað er kóngurinn að vinna? Ég er bara á morgunum. Já, ok, þú ert á morgunum. Já, það er ég lafi í einhelti. Þú læri, já, ok. Hvað var það því að? Hvað er málum með það? Ég er bara öfundsíki sko, þess ekki. Já. Hvað öfundsíki? Því að þú ert að fá mikið stelpum eða hvað? Já, ég gefur þetta nú bara fyrir dömuna sko, í alvegni. Okay. Það er eina ástæðan fyrir að vera í þessu. Eina ástæðan fyrir að vera að fæta á morgunana. En á næst finnastamann Íslands, á hann kæristu? Nei, ég er alveg fáránlega mikið á lausu, þannig að... Fáránlega mikið á lausu meira þess að? Ekki bara á lausu? Nei. Herru, við ætlum að spila hérna fyrir hlustundur. Það er kannski ekki allir sem eru búin að heyra bútinn með þér úr finnastamann Íslands. Þetta er sem sagt hérna Jón Helgi og hann lendi í öðru sæti. Við skulum heyra hérna aðeins. Gangandi fólk er rosalega auðmýkjart, gangandi fólk er frík, þetta er bara eitthvað... Það er bara rosalega auðmýkjart að það var að ganga á miklu stafa, Svo er þetta eitthvað, ég er svo mikil auðmýki, ég á engan bíl og ég á engan vini sem geta skuttlað mér. Fjölskylda mín hatar mig, ég verð að ganga bara, Og svo alltaf, gangandi fólk, það segir ekki að við ganga, ef maður spyr, komstu gangandi, það segir ekki nei, það segir bara, nei, ég trýtlaði, það er bara einhvern veginn, alveg, það er svona hljóma saklausara, þetta er einhvern veginn, ég er svo leikir fólk sem gengur maður, og það er líka alltaf fyrir manni, guðan ekki að maður keyra, og það er rosalega pirrandi að stoppa fyrir gangandi fólki, ég meina, hvað geta bara ekki fengið sér bíl, og svo, ein tegund af gangandi fólki, sem er rosalega pirrandi, það er mestu auðmýkjani, hver kannast ekki veit það, svo er svona eitthvað út að keyra, eitthvað langálsveginum eitthvað, og þú sé svona gangandi mann, sem heldur á bónuspoka, eitthvað plastpokar, eitthvað rosalega auðmýkjald þá, maður verður svona eitthvað, maður svona ræfir, maður alltaf ekki maður heldur á plastpoka, svo er maður ræfir, það skiptir ekki, svo getur við hvað sem er, svo getur verið, Vin Diesel, ef hann myndi heldur á plastpoka, þá verður hann auðmýki, Það var eitthvað, ég fattar maður er búin að keyra, maður sér eitthvað mann, með plastpoka, maður veit bara, hann er auðmingi og eitillega fíkil, Ég meina, akkur heldur hann á plastpoka ef hann er ekki eitillega fíkil, Ok, takk fyrir mig, ég heiti Jón Helgi. Já, þarna heyrði Jón Helga þegar hann var að keppa í finnastamann Íslands og þú ert að tala hann að fólk með plastpoka séu auðmingjar.
Já, alveg rétt. Já, þú ert ekki hrifin af svona, til dæmis, ég fór strax að hugsa að það fullt af fólki sem að fyrir til dæmis í ræktin og annað og ekki með íþróttatösku, setur þetta bara í poka, þú ert ekki hrifin af því? Nei, ég hafa bara einhvern veginn, það svona eitthvað ræfilegt að vera með poka, skilu. Já. Það bara einhvern veginn, maður svona hugsa þetta sko einhvern veginn. Já. Hvað fólk með í pokanum sko? Já, kannski eins og ég segi, kannski íþróttaföt eða eitthvað? Já, ég veit ekki, akkur það bara ekki með bakpoka, eitthvað svona, eða tösku, eitthvað, það ekki eftir umgætt góða poka. Það er drullu góða punktur við sammálaði. Það er hár rétt, já. Það er líka umgætt að vera með bónuspoka og býja til strætó. Það er rosalega, skilu. Með eitthvað svín á gulum fleti. Já, þetta er bara einhvern veginn, skilu, svo þetta keira, skilu, eitthvað náungi að býja til strætó, skilu, með bónuspoka, þetta er svona eitthvað ræfilslegt, skilu. Það er eitthvað rátt við það, greiðlega. Trítlandum með bónuspoka. Já. Það virkar ekki. En hvað er svona fleira í efninu? Hvað talar meira um? Það er bara svona almennt töf lífið, sko. Þetta er ekki svona... Var þið til að töða þess hérna? Já, ég veit ekki hvort að brandræði eða hvort það sé bara töf, sko. Okay. Áttu eitthvað að vera með töðhotni hérna á eftir í á Hjöppi, getur þú hitta landan upp fyrir töðhotni, er eitthvað svo vel töð yfir? Já, ég geti kannski gert það. Já, hvað er maður? Ok, bara töf núna? Já, bara töð núna maður. Ok, þá töf með fólki, sko, eins og hjá maður að eitthvað veifa til maður og maður veifar á móti, sko, til að vera kurteis. Svo var hann ekki að veifa til maður, þannig að maður veifa til okkur sem stendur fyrir aftan mann, skilju. Skilju, eitthvað er ekki lent þessu. Skilju, maður Þetta er gott. Skilju, þetta er sko, skilju, maður það svona einhvern veginn að eitthvað koma sér út og segja, sko, einhvern veginn. Skilju, maður kannski maður lyft upp hendinni, skilju, svo fattum hann var ekki að veifa til maður, en sko, þá hendin komið upp, sko, svo maður ekki byrja að veifa, skilju, en samt hangir hendin uppi, svo maður finna svona eitthvað fjarvist á sennum, sko, til að, skilju, maður getur svona lyft hendin upp og svo stuð að skipta ljósapyru, ef það er kannski spil ljósapyru fyrir honum mann. Já, maður getur kannski svona strúka sér svona gennum hári, skilju, eins og maður ekki ætla, skilju, ég ætla bara að strúka með hári, ég var ekkert að veifa sér, sko. Já, ég veit ekki. Þetta er gott, maður hefur lent í þessu. Já, þetta eru skemmtilega pælingar. En hvað hérna, ertu eitthvað að byrja að skemmta þig? Verið að bóka það ásáttíðir og eitthvað svona, eða? Já, ég er að skemmta á prikinu á morgun. Ok, stórkostlegt. Hveti alla til að kíkja þangað? Já, endilega. Já, en hvað hérna, hvernig ef að fólk ætlar, nú er þetta harður bransi, skemmtanabransinn. Já. Að veislustýra og svona, hvernig nær fólk á þér hann úti? Hvað nær fólk í mig? Já. Ég er nú ekkert byrjað, sko, hefi í skemmtanabrassanum, sko. Nei, ok. Það er seinni tíma vandamál. Já, ég sagði ekki, ég er bara nýbyrjað, sko. Þú ert alltaf bara nýbyrjaður, en varstu fullur verið að tapa þessu? Nei, ég var rosalega ánægður með að tapa út. Það er alveg rosalega mikil ábyrgð að finnast maður Íslands og ég var svona ekki alveg vissum að ég væri tilbúinn fyrir ábyrgðina. Já, nákvæmlega. Ég þekki með þá tilfinningu að tapa í þessari keppni. Hann vann hann Lalli þegar ég var. Lalli? Lárus heitir hann. Ok, ég veit ekki hvað það er. Nei. Ok, þannig að þú þetta, en það var eitt sem hún gerði sem hún skest á þau með. Þegar þeir voru að veita velunin Steinn Ármann og þá vorustu farin. Þú komst ekki upp á svið, þú varst valinn eitthvað grínari kvöldsins. Já, við áttum ekki að koma upp á svið. Nú, ok. Við það bara sattum við okkur, sitja í sætunum. Ok. Þannig að hann skeita ekkert á sig, Hjörvar, þetta þú sem er að skita þig hérna. Ég reyndar. Herðu, Jón Helgi, bara takk æðislega fyrir komuna og við óskuðum bara allsins besta í grín heimunum. Já, takk fyrir. Og ég mun alltaf að fylgjast vel með þér og ætla að kíkja á prikinu á morgun. Já, gef mér líka finningar þína á meðan svo þetta sé. Hvað sér þið? Komdu líka með svona sæta stelpur sem þú stekkir. Já, við Hjöppi hérna. Já, ég bara geta að pikka upp stelpur, það er sannir. Og er það að virka? Já, það verður að virka fálega mikið, sko. Ég stelpur alveg geta fíla þetta, sko. Stelpum finnst gaman að hlæja, þannig að það vilja strákur sem koma sér til að hlæja. Já, ég veit. Ég er alltaf að það sé líið þegar stelpur segja hvað er það sem hún leitar í farið manns, húmor, er það? Já, Jón Helgi, þetta er allavega þetta vel. Ég sagði bara stafrein, það er bara stannir. Já, ég fíla. Bara hannig. Ég skal finna einhverja sæta stelpuna þér, Jón. Já. Og kemur hann á prikinu á morgun. Kall ert þú? Hvað? Voða kall, við getum ekki fundið eitthvað sæta stelpunum. Við hefum alveg vingunum og svona, hann var að biðja þetta, Hjörvar. Hann var að biðja okkur að koma eitthvað sæta stelpur á það morgun. Já, nóga, móka stelpun að koma? Já, það er ekki makka sæta stelpur á morgun. Ekki? Nei, engar. Bara sem miður. Sem miður, já. Góða punktur. Svo er þetta oft með þessar sætu, það eru oft frádagnar. Til miður. Nei, það sætu stelpuna er á lausu, út af svo enginn ísak. Herðu, með þessum orðum kveðju Jón Helga og virkilega gaman að fá þið einn í spjall. Það eru á leiðinu til okkar stelpunur úr Galaxís og fleiri, þannig að ekki fara langt. Klasjum.
Magasín á FM 957. Brynjar Már, Erna Hrönn og Þórhallur. Nú veit ég ekki þetta, ég ekki mikið að nota svona sjálfur, sko. Segir okkur það? Nei, ég nota alveg krem, skilur. Magasín, alla virka mótna milli 7 og 10. Jóladagatal FM 957 í desember. Fylgstu vel með í desembermánuði þar sem við munum 3 á dag fram að jólum, opna glugga í Jóladagatali FM 957 og gefa hlustendum veglega vinninga. Vinningarnir eru gjafabréf frá Joe Boxers, gjafabréf frá tískuversluninni Saints Kringlunni og Saints Smáralind, bókina Ripley's Believe It or Not frá Sögum útgáfu, gjafaaskja frá Maybelline snirtivöru, DFT-myndir frá Samfilm og inneignir á filma.is. Allir vinningshafar fá einnig fylltar skeljar og pippmóla frá Nóa Sirius og Egils Malt og Appelsín frá Ölgerðinni. FM 957 er jólasveitnin þinn í desember. Hó, hó, hó og hó! Langar þig í iPhone 4S? FM 957 og Íslandsbanki vilja fá hjálp frá þér við að finna besta sparnaðaráðið. Og glænýr iPhone 4S gæti orðið þinn. Komdu inn á Facebook síðu FM 957 og fyndu besta sparnaðaráðsleikinn og skráðu þig. Komdu svo með frábært, frumlegt eða einfalt sparnaðaráð fyrir 1. desember og þú ert í pottinum. Þau 3 sparnaðaráð sem fá flest atkvæði færa höfundu sínum iPhone 4S. Ásamt því að einn heppinn er valinn af dómnefnd FM 957 og Íslandsbanka. Vinningshafar verða tilkynntir föstudaginn 2. desember. Kynntu þér málið á Facebook síðum FM 957 og Íslandsbanka. Nóa Kropp. Ómissandi, brakandi snilld. Hamborgarabúla Tómasar. Yfir kaldan Eiðisand. Hamborgarabúla Tómasar. Besta steikasalatið í bænum. Og kóriandersósan okkar á sér enga hliðstæðu. Ekki missa af nýja steikasalatinu okkar. American Style. Segðu engum frá, en nú er Pop Secret án transfitu. Borða þessi skilaboð. Pop Secret, poppið í bláakössunum. Máltíð mánaðarins á KFC. Skorað á hungrið með Original Boxmaster, frönskum og gósi fyrir aðeins 999 krónur. KFC, svo gott. 100 leiktæki. Komdu að leika. Skemmtigarðurinn Smáralind. Hraðpenningar.is. Tíminn er núna. Beck's Music Experience býður þér frítt á tónleika með óreglu á Gauki á Stöng. Skaðræðisföng með áhrifum frá Zappa, Stravinsky og Miles Davis mun óma á Gauknum á 50-dagskvöldið. Gaukurástöng.is. Allt frá funky til free jazz. Dr. Dillon og Viking kynna Rockquiz á 50-dögum. Rockquizi byrjar klukkan 21 á annarri hæð á Dillon. Frýtt skot fylgir öllum drykkjum til miðnættis. Týnda kynslóðin, spurningabomban og The X-Factor á morgun. Og Too Big to Fail, mögnuð mynd frá HBO Fall Lehman Brothers á laugardag. Og jóladagskrá stöðvar 2. Þú kaupir áskrift núna og við opnum strax. Þú greiðir aðeins fjórðung úr nóvember með desember áskrift. Skelltu þig núna inn á stöð2.is eða hringdu í síma 512 5100. Stöð 2. Skemmtilegir í 25 ár. Nálgast jóla lífsglaðar milljónir. Lottobáturinn stefnir í 26 milljónir. Lefðu þér smá lottó. Samfilm kynnir Seeking Justice. Hörkuspennandi mynd með Nicolas Cage og January Jones í aðalhlutverkum. Seeking Justice. Frumsýnd 25. nóvember. Few citizens seeking justice. Túborg kynnir kreppikvöldin sívinsælu á Bar 11 á 50-dagskvöldið. Hinn afarefnilega bári á treður upp og það er diskaþettir í búrinu. Bjór á 450 kall, skot á 450 kall og frítt inn. Bar 11 og Túborg fyrir fólkið í landinu. FM 95 Blö er í boði. Þú getur sótt úr lán með einu SMS-i. Krediða.is. Lakkerón gerir þið ekki sköllóttan. FM 95 Blö á FM 95. Já, Hjörvar, þú varst að kvarta hérna í síðasta þætti að það væri aldrei neini kvenmenn hérna í þættinum. Já, ok. Þannig að þú getur nú ekki kvartað mikið núna því að hingað eru konar 2 skvísur og þær heita Védís Vandita og Magdalena Dubik og þær mynda hljómsveitina Galaxies, eða ekki? Jú, mikið rétt. Hvaðan kemur nafnið Galaxies? Já,
Já, herru, þú ert að koma í hennan mikrofón, sko. Þetta sérst, þegar við vorum að pæla í þessu verkefni í byrjun árs, þá tókum við nú alveg dágóðan tíma í að velta nafninu fyrir okkur og við vorum svona nánar bara búin að gefast upp. Herru, okkur heyrist þetta, sko, tæknin að stríða mér hérna, þannig að þú ert eiginlega bara að koma hérna til hennar. Okay. Ef Heiðar Austmann að hlusta fram þá má hann drulla sér hérna inn. Já, ok. Nei, þetta sérst að við vorum öll að pæla í nafni, sérst ég og Öggi og Magda og hérna Pétur, Jesú og Valli umboðsmaðurinn, þannig að þetta svona flakka á milli og svo kom Pétur með þessu uppástungu og minnum við Sölvi líka og við hérna bara ákveðum að slá til. Við vorum líka bara orðin þreyttar að leita þannig að við okkur fannst þetta passa. Hafði þetta eitthvað með síman Samsung Galaxy að gera? Nei, þetta er náttúrulega fyrir, er það ekki bara svolítið nýtt? Jú, getur verið. Nei. En þeir að spila hérna á eldhúspartíinu í kvöld? Jú, við ætlum að gera það. Eigið þið hérna, nú spyr ég bara, eigið þið mörg lög eða? Heyrðu, við erum bara komið 2. Ok. Tökum þau 2. Við tökum þau 2. Bara með pomp og prakt. Gerum eitt í svona akústik útgáfu. Ok. Já. Það var svolítið gaman. Já, við erum að fara aðeins í þennan feeling, sko, eldhúspartí feelingin, taka gítar og dobluðum Ögga til þess að spila með okkur á gítarinn. Ok. Er að taka coverlög og eitthvað svona líka eða? Ekki kvöld, en við erum að gera það. Við erum eitthvað að vinna í því þar sem við getum notað hljóðfærin svolítið, taka svolítið instrumental ofan á beat og svona, þú veist, við erum búin að pröfa ýmislegt og við ætlum bara svona að fara í það líka. Já, við gerðum það mitt, sko, það var bara svona heila svolítið hástónlist og við vorum bara yfir á fiðlunni og flautunni og hún á saxa og... Já, það er þetta. Magdalena er á fiðlunni og þú ert á... Ég sést, tréblásljófari, saxofón og þarflautu, en svo getum við gripið í píano svona og eitthvað með því ef við viljum. En eru þið hérna nú, ég sé okkur tvisabæri formað, eru þið alltaf í leðri eða? Nei. En væri það ekki bara sniðugt að vera bara með það sem svona keppnisgalan? Já, það er svo fyndið sko með þetta leður, það er alltaf spurt þetta leður. Já, við vorum einu sinni í þessu leður. Nei, við komum reynda tvisar á NASA, en það var bara, þú veist, hún Selma Ragnars var svo vilju til þess að sauma þetta fyrir okkur þegar við bara vorum að koma fram í fyrsta skipti á Ungur Ísland. Og svona þetta var svona einhvern veginn gert í rosalegum æsingi og okkur fannst þetta alveg cool allt það, en ég held að við verum ekkert alltaf í svona, sko, alls ekki. Þetta er ekkert alveg okkar átvitt. Ég held ekki. Ok. En hérna, nú sko, heyrist það bara á nöfnum okkar. Er þið ekki báðar einhverstaðar erlendisfrá? Já, Dúbik og Vandita. Vandita, ég mamma er tælensk-kínversk. Já, pappi er íslenskur. Ég er ættuð frá Pólandi. Ok, þannig að þetta er svona multikultúral dæmi. Já, og enda veist, þetta er svona multikultúral dæmi og sko fiðla og saxafónn og þetta er svona, þetta er skemmtileg blanda. Ég hef náttúrulega bara séð þetta á Ungur Úsland, það var þetta í beinútsendingu sjónvarpinu, þannig að þar hefur maður séð þetta. En þeir eru náttúrulega, já, svona kannski pínu þekktara líka kannski fyrir utan tónlistina. Við dýstu út náttúrulega með ennum þekktast sjónvarpsmannar landsins, Sölvi Tryggvasyni. Sölvi Tryggvason, hann var einmitt einn í þættinum á mánudag. Þú ert væntanlega einn hattasta kona landsins með þarna á sínum tíma vinsælasta paupersönninn landsins. Já, er það? Finnur þú fyrir hatri frá öðrum konum? Nei, alls ekki. Ég get nú ekki sagt það. Bara afskaplega lítið ef eitthvað. En hvernig spjallar hann með þig? Spjallar hann með þig svona eins og að sé spjallið með Sölva? Nei, það get nú ekki sagt það. Þetta er bara óskuvenjulegt samband bara á milli tvekja einstaklingar. Núna róðina, sko. Segðu okkur, Védís, hvar kynnist þið? Við bara kynntumst bara... Facebook? Nei, svona bara í gegnum fólk. Já. Sameiginlegir vinir. Já, það er alltaf sagt. Já, það er ekki bara sagt. Eru þið hamingjusöm við... Nei. Já, það segja þetta bara gott. En, þú veist, já, það þekkir þið maður ekki Magdalena og þú vannst þarna Ungfrú Reykjavík. Já. En hversu ömurlegt er að vinna Ungfrú Reykjavík og svo vinna ekki Ungfrú Ísland? Er það ekki bara, verður maður ekki brjálaður þá? Nei, ég myndi nú ekki segja það. Eins og þegar ég vann herra Reykjavík þá vann ég herra Ísland í kjölfari síðan mánuði seinna. Svona eðlileg þróun. En hvað klikkaði? Ég bara veit það ekki. Var það göngulagið? Við töluðum nokkur það að það hafi verið göngulagið sem klikkað hefur. Mér? Já. Kannski, getur verið. En er það ekki... Ok, fóstu ekki að það var svona... Ég veit það ekki. Fóstu samt ekki ágætlega svona sigur viss inn í keppnina þegar þú ert búin að vinna Ungur Reykjavík? Er það ekki málið? Nei, bættur á þig í sigur... Veistu, ég held ég hafi bara verið, þú veist, ég var í öðrum kjól, ég var aðeins öðruvísi. Já, spilaði þetta allir inni? Ég veit það ekki, kannski, þú veist, fílaði fólk með betur í Ungur Reykjavík en minni í Ungur Ísland, ég bara... Hver vann áttur Ungur Ísland? Það var Guðrún Dögg.
Guðrún Dögg, já, ok. Hún reyndar ekki að fara að spila í eldhúspartí í kvöld, þannig að þú ert aðeins búin að snýta henni. En hvað lög, það að syngja á íslensku eða að syngja á ensku? Við syngjum ensku, hinga til, en við erum alveg viljað til að skoða það, að gefa út. Og það að semja eitthvað nýtt stöf núna eða? Við erum já, þú veist, við erum alltaf að, ég sjálf að semja bara mitt eigi efni og við finnum upp á ýmsum melodíum og svona sem hægt að nýta í poppi, sko. En hefur ekki varginn til hann einhverju ísk hljómsveitar sem voru konur með rafmagnsfiðlu og voru saman? Jú, það voru sískinni, 3 systur og 1 bróðir. Það er alveg frábær lög, sko. Já, það er alveg margt að gera það er alveg ýmislegt að gera með þessi hljóðfæri sem við spilum á og með réttu bíti og fallegu melodíum, sko. Á hljómsveitin Galaxis að eiga grúbíur? Eru strákar sem elt ykkur á giggum? Nei, ég hef ekki orðið verið. Bara Sölvi? Bara Sölvi? Bara Sölvi sem eltir þær á röndum. Og það hefnaðist? En þið verðið ekki að koma einhvern hittara? Það við svona erum með lag ásamt Haffa Haf sem hefur verið í spilu núna, gáum út bara fyrir stuttu, spilum það hérna í Dans. Ok, lúðar ég, kannski er það til, ég átt að vera með það tilbúið. Ekki sem sagt núna á laugardaginn heldur þar síðasta. Og það er allan svona sem er nýlegt frá okkur. Við höldum bara áfram að gera góð tónlist og bara vona það besta. Og plata þá næsta júli eða? Það er bara, eins og ég segi, allt á ráðið. Ef allt gengur vel, það er bara aldrei að vita. Glæsilegt. Við óskum ykkur bara alls hins besta og hvetjum alla til þess að kíkja á eldhúspartí í kvöld, þar sem að stelpunar eru ásamt Haffa Haf og Jón Jónsson líka og Jón Jónsson kemur einmitt inn á eftir. Já, Blasar Okka. Þannig að það er virkilega skemmtilegt eldhúspartí í kvöld á Glaumbar. Hvetjum ykkur til að kíkja þangað. Stelpur, enn og aftur, takk kærlega fyrir komuna. Kæri hlustandi, þú ert að hlusta á þáttinn FM 95 Blö og það er búið að vera mikill gestagangur í okkur núna í höfn. Nú setjum við loksins bara 2 hérna félagarnir. Já, og ég get ekki beðið eftir jólunum. Ég var svona að klára jólarhreingerningarna núna bara í þessari viku og beðið eftir jólunum? Já. Þú komin í jólaskap? Mánuði fyrir jól, þá detti ég í jólaskap og byrjaði í dag og fór að setja jólalögin á og hnóðaði einhverja 3 sortir og alltaf baka helgina. Ok. Þannig að þetta er svona minn uppáhaldstími því að tilökurinn er svo mikil. Já, þú tekur alveg góðan mánuð í tilökun. Já, ég tek síðan hennar mánuð og svo náttúrulega þessar 2 vikur síðan eftir jól og fagna jólunum. Já, hvernig verða jólin hérna núna? Þetta verður bara hefbundið allir, ég reyni ekki að ég náttúrulega er búinn að baka og búinn að þrífa og reyna að klára stressið, ég er að svona klára síðustu jólagjafna núna. Já, sniðut. Að bæta aðeins við í pakkana. Það er mjög sniðut. Ég kaupi yfirleitt jólagjafnar í haustútsölunum. Já, en ert ekki einn af þessum sem fer ellendis og verslar alla jólagjafnir yfir sumarið bara og allt klárt? Nei, ég kaupi allar gjafir á Íslandi. Ég hef reyndar aldrei fattað það grín, að fara út og kaupa gjafir. Er ekki pínu stemmingin að vera hérna í Kringlunni, í Geðsíkinni þegar fólk er að, veist? Já, eða Hamraborginni eða Smáralindinni. Það er bara allt geðsjútt og tróðfullt af fólki, Þá dettur maður pínu í jólagýrin, Já, maður á ekki versla þetta sjálfsögðu hérna heima, Það gera allir alveg menn. En þú veist, þetta er bara hefbundin dæmi. Ég reyna að fara svona 2-3 Frostrósatónleika. Nei. Jú. Ég reyna alltaf. Það er ekki að bjögga? Nei, ég er þvílíkur Frostrósamaður, Nei, það er Ég ætla að reyna að fara, bæði hérna í Reykjavík, svo ætla ég kannski að fljúga á Egilsstaði og að reyna að ná þeim Akureyri. Ég ætla að reyna að ná 3 Frostrósatónleikum. Hefur þú náð 3 áður? Já, ég hef yfirleitt svona tekið 2-3. Já, ég vissi að þú tekur ofta Akureyri. Já. Ég dýrka Frostrósir. Hvar er skemmtilegast að fara Frostrósir, Hjörvar? Segðu nú satt. Já, ég veit ekki. Ég er eiginlega hrifnastur á Laugardalshöllinni. Og Friðrik Ómar á fullu gasi. Já. Það er, ég veit ekki, þá einhvern veginn eru jólin komin hjá mér. Þegar Friðrik Ómar fyrir á HSI. Já, Já, það eru margir að núta að hlusta núna og alveg sammálaðir. Ég er nefnilega núna einhvern tæp 10 ár verið Friðrik Ómarsmaður. Það er svona að fóra þetta svo mikið í taugarnar með þegar Friðrik Dór fór að tróða sig fram. Já, en það stela nafnum Friðrik. Fyrir krökkum í dag, þegar það höfða Friðrik, þá er kannski Friðrik Dór. En það vita allir að Friðrik Ómar er kongurinn. Sem er hrikalega pirrandi fyrir hans biggest fan sem er þú. Já. En ferðu það ekkert á jólagesti að Bjögga? Ég fer alltaf það. Já, ok, þá finnst mér ég vera að svíkja mína menn í Frostrósum. Já, hann minna, veist, hjá Bjögga þetta er menn eins og Paul Potts og svona, Já, ég veit. Það var rosalegt. Ég fekk þetta núna ánalskriðs gæsóði fyrra þegar hann byrjaði að syngja. Já, ég gæti bara ekki hort framan í þú veist, bara framan í Friðrik Ómar til dæmis að ég myndi fara á jólagesti Björgvins. En fyrst þú ert að fara á 3 tónleika hver einustu jól, færði ekki að hitta baksviðs og svona? Nei, ekki hinga til, þau aldrei vilja
með mér neitt á, sko. Hvað kjaftaði það? Nei, þetta bara partur af jólastemninguna. Það eru alltaf fleiri og fleiri farnir að mæti í þetta. Já. Og þú veist, það oft fullt af gestum að það líka hjá okkur í Frostrósum. Ég meina, Frostrósir eru bara einn... Náttúrulega Hera hefur komið á ofta 8 sviði, sko. Já. Alveg farið á kostum, sko. Bara. Já. Þannig að þetta hefur verið alveg stórkostlegt, sko. Þetta bara veistla? Ja, þetta bara veistla og líka bara mánuður í jólin. Og maður svona farin að skjálfa. Ég var að taka þetta gyðingaljósin, hendaði mig upp. Að fara að föndra músastíðan í kvöld. Já, eina sem mér svo leiðilegt ég hendi seríun út hjá mér og svona. Ég nenni aldrei að taka þetta niður aftur. Ég alltaf komin í mikið jólaskap, hendi upp skrautinu og svona ángriðs, ég nenni því alveg og það bara gaman. Svo þetta alltaf hjá mér bara fram í febrúar. Af því að ég, með húsið mitt, ég skreiti það bara allt og allan garðin og allan pakkan. Og út alla runna og svona. Og fyrir þunglindi sjúklinga eins og þig, þá leyfi ég ljósunum að vaka fram í miðjan febrúar. Já, það gerir ég. Ég veit að þetta gefur ykkur hjálpi í svona vestuþunglindi. Í skammdeginu? Já, takk fyrir það kallið minn. Maður kannski eitthvað þungur á sér og keyrir fram hjá húsinu og sér. Húsinu mín, þetta er rosalega náttúrulega orkukostnaður sem fer í þetta. Já, en þú ert á 2 hæðum líka, ekki? Jú. Þetta bara, og svo náttúrulega skreiti í alla glugga og svona ljós og allan pakka. Það er aðdáunarvert að menn eins og Hjörvar hugsa ekki budduna þegar kemur á jólunum og það eru margir sem ættu taka sér til fyrirmyndar. Það styttist í Jón Jónsson og svo styttist líka í einn besta grínista landsins sem hefur ekki heyrst í þessum þætti áður og heitir Brjánn. Við ætlum að heyra í honum hérna eftir. You get no love, segir Eminem. Það styttist í Jón Jónsson, hann er rétt ókominn í hús, hann ætlar að hjálpa okkur Hjörvar að búa til okkar svona... Það er reynda mættur í húsið, sko. Já, ég veit, maður segir oft svona því hann er ekki strax í fyrstu innkomi. Ok. En takk reiðilega það fyrir mér, að við ætlum að taka hann Brjánn undan honum, sko. Já, Brjánn. Já, en reyndar er Jón Jónsson mættur í hús, veist að Hjörvar er búin að upplýsa því. Ok, ég fattaði bara ekki þetta. Nei, þetta er bara svona útvarpsbransin, þú lærir þetta kallinn. Herðu, það er ungu grínisti sem að hefur ekki... Já, þetta er kannski ungur en hvað er hann, 27 ára núna? Já, það er ekki ung, bara. Jú, þetta er ekki toppmaður. Ég kynntist honum hérna þegar ég var að vinna hjá Securitas. Já, hann er að vinna þar ennþá, ekki? Ég held að sé að vinna, hann er einhverju vakt að vinna þarna fyrir Securitas og hann hefur verið með bara grín alla sinni ævi en er loksins núna að slá í gegn. Já, við ætlum með þetta því að við vorum með hann Jón Helga á hann sem að fóra á kostum og við fórum að spæja okkur að Brjánn Breki hefði ekki tekið þátt í Fyndnarsmaður Íslands. Og eigum við ekki bara að ringja, þetta er maður sem er búin að, hann er pínu svona underground, hann er búin að vera að slá í gegn á YouTube og... Já, það eru örugglega margir að núti sem vita nákvæmlega hvaða drengur þetta er, við skulum bara heyra hérna, við ætlum að ringja hann síðan. Þú hefur náð sambandi við klámlínuna. Veldu 1 til að, halló, hver er þetta? Já, er þetta Talhólf? Já, nú bara fokkið, hver er þetta? Nei, er þetta Brjánn Breki? Já. Kontu sæll og blessaður, þetta er Auti hérna úr FM 95 Blöð og Hjörvar Hafleð hérna. Blessaður, sveppi hérna? Nei, engin sveppi í dag. Ok, það er kóngurinn. Já, sveppi er kóngurinn. Það breytist ekkert, það er alltaf kóngurinn. Já, ég veit að sveppurinn er alveg með þetta. Sveppurinn er alveg með þetta. Það er algjör snillingur, sveppi. Já, ég veit að hann er með mér á þriðjudögum alltaf. Já, ég leita mikið hans miðju þegar ég býti grín. Já, talandi um það, við vorum með mitt það var gestur hjá okkur hérna áðan sem var í Fyndnarsmaður Íslands og það kom okkur gríðal óvart að þú skildir ekki taka þátt í Fyndnarsmaður Íslands eftir að hafa slegið rækilega gegn á YouTube og í afmælum og annað. Já, ég meina, hvað græðum maður að keppa í þessu? Eitt pulsupakka eða? Já, það er góð spurning. Já, þér fannst ekkert heillandi velunin. Nei, það var ekki grín, sko. Já. Ég nettist ekki, sko. Nei, en hvernig er það því að nú erum við vorum að tala um grín hérna áðan og svona. Hvernig grín er Brjánn Breki að vinna með? Þetta er bara svona eitthvað sem mér dettur í hug bara svona förnum vegi og skoða nettu eitthvað. Bara, þetta er engin brandara, bara eitthvað svona pælingar. Já, það er skemmtilegast. Er þetta ekki svona að þetta fyndið af því að það er satt, hjá þér? Jú, þetta er bara eitthvað svona, ég sé oft heiminn í öðru ljós en öðru og ég reyna að vera bara með efni henni. Já, ok, áttu einhverja dæmi fyrir okkur? Úr nýja uppistættunum mínu? Já, er þetta komið nýtt efni eitthvað? Ég var eins og að vinna með nýtt efni, já. Já, með að heyra það? Já, það er þetta erfitt sem útverti, en ok. Ok. Herðu, hvað er eiginlega málið með þetta Lindex-dæmi? Er þetta ekki bara eitthvað fucking Marius? Já. Þú veist, af því að það er... sem allir að tala núna um Lindex, sko. Já, nákvæmlega, það svímirkar, allt svona current er alltaf gott. Já, fólk alveg grenjar og hlóttur ég kemur hennar. Já, ok, áttu eitthvað... Og hérna er ég með, svo held ég áfram að tala svona um verslan og svona, en hvað er málið með allar þessi helviti skínur í öllum þessum tískuververkunum? Það væri bara að fá alvöru kettlingu til að standa henni í gluggan. Já,
Þetta er skemmtilega pælingar hjá þér, Brjánn. Ja, þetta er bara eitthvað svona, þú veist sem mér dettur þetta bara í hug þegar ég er að labba í Smáralind. Já, þú myndir vilja hafa bara alveg konur þarna, er þetta bara svona í djóki hjá þér? Já, þú skilur mig, þetta er bara grín, sko, þetta slæðir alltaf í gegn. Já. Svo er ég með eitt hérna. Jöfnveld verð ég alltaf graður í þingunni. Nei, alvörunni. Mér lókar miklu meira bara að panta alvöru kettlingu en pizza heim til mín á sunnudegi. Já, þetta er nú svona ekki kannski... Nei, þetta er bara grín, sko, að náði þetta sé grín, sko, þetta er bara stand-up. Já, ég veit það, en þetta er svona, þú veist, ekkert fallega að tala hvern fólk að það? Nei, en þú veist hvernig þetta er, þú veist, það er allir bara að fá sér bjór og hlæja þetta og sitja. Ég er ekki að meina þetta. Nei, þetta ekki. Skilur þú? Já, þú ert bara að grínast. Já, svo var ég að semja eitt bara núna daginn, sko. Já. Herru, hvað er málið með að frosta lúða þarna exinana út af skiptið? Ég meina, ok, hann er að vera gjaldþrota, en kemur það einhverjum á óvart? Ég meina, gæinn var alltaf í mínus hvort sem er. Já, þetta er þetta að leika, þetta er smá orðaleikur að það. Já, ég veit það og þú veist, ég var bara aðeins að fokk í honum því ég þekki hann, ég er líka úr Garðabænum eins og hann, sko. Já, ok, já. Ég veit að honum finnst alveg fyndið þegar ég er eitthvað að fokk í honum. Já, nákvæmlega. Hann og hérna Kilimáni. Já. Þeir eru náttúrulega snillingar. Já, þeir eru mjög skemmtilegir. Þeir eru algjöri snillingar. Já, ég kann vel, góði félagar mínir. Herðu, og hvað er málið með að Frikka Dór? Djöðan er lítill. Það er bara táfíla á hárinu á honum. Hvað er málið með það? Já, þú ert að vinna svolítið með hvað er málið? Ég meðist oft gott að, þú veist, að ég nýskil oft svo mikið, sko, hlutina, sko. Já, þetta er skemmtilegt efni hér, en... Hvað er málið með að fá sér alltaf popp og kók í bíó? Okkur færði ekki bara alveg namni? Já, þessi var stórkvæmslegur hér. Já, þetta er skemmtilegt efni og við, hvað segirðu? Já, við óskuðum bara alls hins besta. Já, ekki málið, Blöndal, og kannski endið ykkur góðri kveðju á Sveppa. Já, þú ert mikill aðdáandi. Það er snillingur. Já, ég heyri út mikill aðdáandi hans. Já. Brjánn Breki Björnsson, ég þakka að kella yfir þetta. Ekki málið. Ok, hún er bara... Berrasaður. Þú ertur höglaður. Já, bæ. Bless. Langar því að gleðja... Förstu daginn. FM 957 er komin í jólaskap og Heiðar Östmann ætlar að velja eitt fyrirtæki sem fær glaðning frá Túborg Júlebrí. Komdu inn á fm957.is og skráðu vinnustæðin þinn í pottinn. Og hver veit nema þú verðir hrókur alls fagnaðar í vinnunni næsta föstudag. FM 957 og Túborg Jólabjór. Hafðu hausinn í lagi með Moosehead. Moosehead eru heitustu mótunarvörurnar á markaðinn í dag, en þær eru ætlaðar karlmönnum. Í tilefni þess að Moosehead er að koma til Íslands þá ætlum við að vera með skemmtilegan leik, þar sem minningarnir eru flottir og öðruvísi. Findu Moosehead á Facebook, settu like á síðuna, findu út hvaða Moosehead hentar þér og þú átt möguleika á að vinna. Nike 6.0 brettagalla, heilan bíósal undir þig og vini þína til að spila tölvuleik eða horfa á kvikmynd. Fría klippingu í heilt ár og einnig áspyrðir af Moosehead mótunarvörum. Hafðu hausinn í lagi með Moosehead og FM 957. FM 95 Blö er í boði. Vantaði lán? Það er alltaf opið hjá okkur. Krediya.is. Já, þetta er snillíkurinn Múkisson sem var einmitt á síðasta, eldúspartí, var í síðasta eldúspartí, FM 957, og hingað er komin til okkar maður sem er einmitt í eldúspartíinu í kvöld og það er hann Jón Jónsson, verður velkomin. Já, takk. Hvað segir gemli? Heyrðu, bara kátur, þetta er náttúrulega bara draumur að rætast að vera komin í FM 95 Blöð, sko. Já, takk fyrir það. Það er heiður að fá þig. Já, bara... En Jón, þú ert búin að vera frægur núna bara frá ég mann eftir mér. Þú slæðir þarna uppræðanlega í gegn í Vestló og verður allt í öllu bara 15-16 ára gammal. Já, mér frægur þá. Já, varst í Írafásmyndbandinu hérna? En vinninir, þeir kallaði einfallega kóngin, eða ekki? Jú, þeir kallaði mig ímest kóngin eða keisaran, sko. Okay. Það er svona, fyrir eftir hvernig liggur á þeim, sko. Það er ágætis nickname. Keisarinn er mættur hérna í stúdíó til okkar, Jón Jónsson. En þú ert náttúrulega, það er ekki nóg með þú sem trópa tónlistamæður heldur, Íslandsmeistari í fótbolta, það er alltaf gerast hjá þér. Nei, við vinnum ekki. Nei, en þú hefur verið Íslandsmeistari í fótbolta. Þannig að þú ert svona multitalent. Hver hefur ekki verið Íslandsmeistari? Líka. Leikið? Hefur ekki náttúrulega reyna það? Ég var 2 árið besti leikarinn á stuðmyndakeppni Vestló, sko. Það er ekki óvart. Þú verðist alveg vera með þetta. Það er alveg saman hvað þú tekur fyrir endur. Já, takk strákar maður. Þetta er alveg ótrúlegt. En kannski það sem að hlustendur vilja fá að vita, bróðin er náttúrulega Friðrik Dór og af hverju talist þið ekki saman einhvers? Það er bara ákveðið atvik sem átt sér stað og sem ég kannski fer ekkert svona
djúpt í saumana á, en hann allavega er búinn að vera í Ameríku núna í alveg 5 vikur að hugsa sinn gang. Það er nú gott, hann hefur séð af sér. Já, algjörlega og hann kemur heim á mánudaginn og þá er fjölskyldufundur í Birkiberginu heima hjá þú gerir þetta ekkert að lögreglumáli eins og þú talaðir fyrir fyrst? Nei, ég bakka út af því mjög fljótlega eftir þetta og en það er líka bara, maður kærir ekki bróður sinn. Nei, ég kæri mikið um það. Nei, það er nákvæmlega máli. Herðu, en Hjöppi, maður líka að spyrja þetta aðeins sem ég langar að, sko, þú ert hjá FH. Já. Fær ekkert að spila það? Nei. Á hverju fer ekki eitthvað annað? Herru, ég, byrju, heyrðu þetta, hlusta aðeins. Hann með F á hjarta. Já, ok. Það er reyndar, já, það er ekki hægt að... Það leitur á svona mönnum sem eru með svona stórt hjarta fyrir sína lið. Já. En þú ert náttúrulega, varst að gefa disk núna í júli. Tónverk. Já. Þú gafst þú tónverk núna í júli, Jón, segð okkur aðeins frá því. Og þú varst að segja á hann að hún væri lélegastur í heimi að selja sjálfa þig, þannig að það eitt allt svona plöggspjall óþægilegt, en þú ert að fylgja þessu svolítið eftir það ekki, út að spila svolítið grimt og út náttúrulega í kvöld á Glaumbara sem að verður tróðfullt hús og 5 í fötu og allt að gerast. Og ertu víðar í jólamánuðinu? Í svona víðara samhengi þá? Já. Ég er náttúrulega að fara yfir í höllinni maður með bó. Þú ert í jólagestum Bóðs. Auðvitað er hann hjá jólagestum Bóðs, maður. Enda það aðal jólaháttíðin, maður. Já, maður. Jólinn kom ekkert fyrir en Bó segir góð, sko. Já, Hjöppi var að koma eitthvað við Frostrós hérna. Ég er enda Frostrós á maður, sko. Af því að ég er, sko, Friðrik Ómars að það, það er raun og segja. Já. Þannig að þú verður með Bó. Já. Já, stórkostlegt. Ég svona ætla að reyna að hanga óslega mikið með honum, sko. Já, læra, hann er náttúrulega kóngurinn, sko. He's the king. Þú ert kannski keisarinn, hann er kóngurinn. Ég er keisarinn. En allan að þú átt allan að fylta frábæran lögum eins og hérna When you're around. Hver var þessi you around í því lagi? When you're around? Já. Já, ég er alltaf búinn að vera með sömu kæristu síðan ég var 17 ára, þannig að það er kannski ekki hægt að velja. Ég las það mitt í síðu og heyrt í nýjasta tölu eftir... Er ég eftir að sjá það? Já, það stóð, hvernig varstu ástfangin, þá sagður að ástin hefði fangað þig og... Já, ég segi að ég var áttamaður ástfangin þegar ég var fangin á ástinni. Já, var þetta eitthvað svona til að vinna einn stig hjá tengdaforeldrinum eða var þetta svona til að biðja einelti frá vinuðinum? Þetta svarði. Þetta var náttúrulega bara því að hvað maður að segja við þessa spurningu. Eitthvað, bara ég var eitthvað 17 ára, eitthvað tjing. Hvað ertu gammal í dag? Heiði, ég er 26. 26. Það er út fyrir að eldast. Já, lítið vel út samt. Já, ég... Við að vera hans í 26. Já. Það er nú ég er náttúrulega lélega, þú veist, svona skeggvöxt, sko. Það fær ekki skegg eins og gamli? Nei, þú veist. Á, ég einhvað á því. Eitthvað smá, já, algjörlega. Alveg empty hérna, sko. Já, ok. Hjöppi, þú ert reyndar ekki mikill skeggmaður heldur. Maður aldrei sé þig með hérna góða móttu. Já, með meir en ég á bringunni. Já, bringar, já. Hjörvar var að draga niður bólinn og það er nóga hárum hérna á bringunni á honum. Það vantar ekkert upp á það. Herðu, ætlum við ekki að breyta hérna... Nei, herðu, það er einhver þvílíkur þrýstingur á mig. Ég verða að biðja ykkur afsökun á þessu strákan. Það er verið að þrýsta á mig hérna. Ég verða að hoppa í auglýsingar. Ok. Því miður. En svo bara strax eftir auglýsingar, þá fáum við svona eldhúspartíð okkar stæl. Ætlum við ekki að taka eitthvað fallegt lag hérna allir saman strákan? Jókusfalla. Já. Geðveikt. Morgun þátturinn Magasín. Virkamótna klukkan 7. Hann verður að bóka 2 sæti. Ok, svo kemur hann þegar hann er farinn og segir hvað leist hann sitja? 34C og 24D. En hann tók alveg helmingina mínusæti og helmingina sætinu á konunni. Ég kann eitt takk, Er það? Já. Alright. Magasín. Alla virkamótna á FM 957. Vertu byrnámsmaður og fáðu betri kjör og alls konar tilboð. Kannaðu málið á Facebook og byr.is. Nóa Kropp. Bæði með ljósu og dökku súkkulaði. 2-föld brakandi snilld. Hleðsla frá MS. Próteindrykkurinn sem Íslendingar fá aldrei nóg af. Afmælistilboð 10.11 í nóvember. Mix á 99 krónur. Barilla Spaghetti á 129 krónur. Saltstangir á 69 krónur. Rjóma súkkulaði á 49 krónur. 10.11, opið í 20 ár. Eldsmiðjan. Taktu með eða borðað á staðnum. 3 staðir, sími 562 38 38. Eldsmiðjan. Opið allan sólarhringinn í Office One skeifinni. Ég ætla að spara í ár. Office One. Fjölskyldu Alias er mikil fjölskyldu skemmtun. Allir á móti öllum og börnin spila með mömmu og pappa.
Fjölskyldu alias fær fjölskylduna til að leika saman. Fjölskyldu alias fæst í Elko. Simpson í kvöld. Stuð og stemning með Eyþór Inga úr bandinu hans Bubba og Óla Bassafandi. Túborg og Simpson. Tvíburasystir hans að koma í heimsókn. Oh my god! Gerðu þið kláran í grínið. Gleðina. Og stuðið. All you gotta do is make contact. Adam Sandler. Al Pacino. Oh my God! I'm sure you have others. You'd think it, but oddly enough I don't. Frá framleiðendum Grown-ups og Just Go With It. Jack and Jill. Frumsýnd 25. nóvember. Sleggjan. Geggjuð upplifun. Komdu að leika. Skemmtigarðurinn Smáralind. Hraðpenningar.is. Akkurat núna. Megamaðurinn mættur og það þýðir bara eitt. Nú megavika Dominos og þú fær allar pizzur á matseli á 1390 krónur ef þú sækir. Dominos 58 12345. Dr. Dillon og Viking kynna Rockquiz á 50 Rockquizi byrjar klukkan 21 á annarri hæð á Dillon. Frýtt skot fylgir öllum drykkjum til miðnættis. Hvenær góður tími til að fá sér pítsu? Núna! Eldbökudagar á Rizzo Express. Allar pizzur á matseli á 1380 krónur. Rizzo Express, Hraunbæ og Bæjalind. Föstudagur. Fylgiritt fréttablaðsins á föstudögum. Margrét Einarsdóttir búningahönnuður hefur hannað búninga fyrir myndina Brim og Óróa og þættina hjá Mið Íslandi. Hún sér búningana í næsta áramótaskaupi. Lesið föstudag. Fylgiritt fréttablaðsins á morgun. FM 95 Blö. Alla virkadaga frá 4 til 6 á FM 957. Jæja, þá auglýsingapakki búinn og hann situr ennþá hérna hjá okkur, hann Jón Jónsson. Og Jón, hérna, ég ætla líka að spyrja, þú drekkur ekki? Nei. Drekkur ekki áfengi? Ekki áfengi, nei. Nei, þetta var ekkert eitthvað svona, það var ekkert eitthvað ruglað og svafst hjá einhverjum ættingjaðinu, þú bara aldrei viljað fá þér það? Þetta einhvern veginn bara atvikaðist svona, einhvern veginn þróaðist. Það var ekki eitthvað að ég vaknaði daginn mitt eitthvað undir einhverju frængu minni eða eitthvað sko. Nei. Það var ekki þannig. Þú tókst þið bara þessi ákvörðun snemma eða? Ekki, það var ekki heldur ákvörðun sko. Nei, ok. Þetta bara svona, hver dagur bara svona leið og ég alltaf svona eitthvað. Já, þú tekur einn dag í einu. Ég tek bara einn dag í einu. Þetta verður ekki að verða, ég ánægð með það. Þetta ágætt. Já, maður þú veist, ég alveg hreskilur, þú veist, ég ekkert eitthvað, fólk að drekka og ég eitthvað. Hey, come on, það skemmir maður. Þú ekki að sveifla bíllyklur og Nei. Það alveg Ég skil gott. Ég ekki einhver rugli sko. Ok, ætlum við að taka hérna Hjöppi, þú ert komin í þvílíkt jólaskap. Já. Og við ætlum að taka svona eitthvað lag með honum og þú baðst snjókott falla því að Hjörvar búið með hérna jólarhringirningarnar og allt að gerast hjá honum. Búin að baka. Já, ég og Jón höfum verið að vinna svona aðeins í smá jólaprojekti og hérna og við ætlum að lifa aðeins að heyra hvað við höfum verið að gera. Varst þú að vera með? Áttu ekki að syngja með það? Jú, þú mátt syngja með. Ok. Ekki það reyndar ég syng skelfilega en ég alltaf komið með lagið eitthvað hérna fram að mig. Ok. Og kílu á þetta. Já. Ok. Allir klárið það? Þetta lagið Snjókott falla, það að því að akkurat mánuður í aðfangadag. Það rétt, 24. Það rétt. Hvað er það að ljúga þessu? Nei. Þetta ljóma Söngvaróma Hanna! Búið! Stórkostlegt, já! Hanna búið! Jón Sannur heiður að fá þetta í stúdíu. Ræsilegt. Þú ert í kvöld. Já, ef að fólk vil ekki fara á glaun bara eftir þetta, þá veit ég ekki hvað. Takk strákar fyrir að koma mér í jólagýrin. Það mánuður í þetta, Thanksgiving í Bandaríkjunum. Ertu jólabarnið? Ertu alveg jólabarnið? Nei, ég var að ljúga, ég veist ég verða. En ég samt Thanksgiving sko, ég væri ekkert svo geðveikt til í kalkún núna og stuffing maður. Já, ég fæ það jólin. Nei, ég fæ það á áramótum. Ég meina, já, Thanksgiving er ekki samt einhverju að bjóða upp það núna í Íslandi? Jó, það er verið að reyna að taka allt svona bandarískt og koma á Íslandi. Við erum komið með Valentine's Day, við erum komið með Halloween. Og erum við ekki líka komið með Father's Day og Mother's Day? Jú, og það er mjög stutt í Thanksgiving. Jón, takk aðeins fyrir komuna. Við viljum að fá, já, að mínum að þitt besta lag, Always Gonna Be There. Ég væntum ykkur. Já, þetta er hann Jón Jónsson með lagið Always Gonna Be There og eins og margótt hefur komið fram þá er hann að spila á Glaumbar í kvöld í eldhúspartíi FM 957 en það eru fleiri að spila í kvöld því að stórhljómsveitin Dikta heldur útgáfutónleika
á NASA og þeir eru einmitt mættir hérna þeir Skúli Gesson og Jón Bjarni. Þetta eru gítarleikari og bassarleikari hljómsveitarinnar. Velkomnir, strákar. Takk fyrir, takk. Hvað segið þið? Rosa fínt. Rosa hressir. Þið komið til okkur í Auð og Sveppa og tóku lagi og svona. Já, rétt. En hérna, ég verð að spyrja ykkur, hvað leið langt á milli platna hjá ykkur núna? Árið 2 ár. Já, það var nefnilega svona langt. Já, 2 ár. En svo á undan henni var nefnilega sko 4 ár og við bara, þetta gengur ekki, sko. Nei. Þannig að það var bara að telli í plötu strax, sko. Já, ég verð að byrja á því að óska ykkur til hamingju við plötuna. Já, takk fyrir það. Ég var einmitt svo heppinn hérna fyrir síðustu plötuna sem ég gerði árið 2009. Ég fekk hana og hún var svona hittum hlaðinn. Það var bara hvert lagi á fætur öðru var hittari. Já. Hvernig hérna, svo hátt á ykkur í ári? Er þetta sama hittaraplata? Ekki spurning, sko. Ekki spurning. Það er vondið að svara þér nei. Nei, við ákvæmum að vera svolítið arti núna og spila eitthvað sem enginn fílar. Þetta er bara besta platan okkar, sko. Við lögðum gríðarlega vinnu í hana og svona að því að við vorum búin að spila rosa mikið eftir síðustu plötu. Já. Og hérna þá svona gátum við svona veitt okkur það besta leyfi að ráða okkur í vinnu í sumar. Þannig að við bara borgum okkur laun og vorum bara tónlistamenn hjá okkur og hérna mættum bara klukkan 8 á mótana og bara dikta til 4. Ok, það er vel gett maður. Þetta er svona rökrætt framhald samt af síðustu plötu, sko. Já, það byrja að spila hérna nokkuð lög, við myndum að spila hérna What Are You Waiting For eftir stuðspjall. Og hvað eigið þið ykkar svona eitthvað upp á slag á plötunni? Og hver semur þetta allt? Þessi platin hún er bara samin rosa mikið í saminningu. Já. Af því að hún var svo mikið af því að við vorum allir á staðnum og lögin voru bara öll samin í sumar bara á okkur öllum 4. Já, ok. En hvernig, þú veist, nú hef ég aldrei verið hljómsveit, kannski 4-5 gæjar saman í bandi og maður þekkir þetta á fótbolta, þú veist, það er bara svo margir og kannski 20 manns í hóp. Það hefa 2 þolíki hvort annan, hvernig látið það rúla? Gerist það ekki alltaf í hljómsveitin líka? Sko, við erum búin að vera hljómsveit í 14 ár og það er bara rúlar, skilur. En er einhver eitt svona í dæminu, þú veist, sem þið séu þar ellendis, að hann, þú veist, tykkar sér stingið hann af, farið allir út að geta og tækja hann ekki með ykkur eða eitthvað. Við hefum ekkert lendið því, við bara erum góðir vinnir og við fyrir sér út að borða eða fyrir í bíó. Verið þið mikið saman fyrir utan tónlistina? Já. Já, ok. Höngum mikið saman og hérna... En þú veist, ef það er einhver sem er skilin eftir, þá er það hvort þið er nonni trommari, sko, og hann tekur ekkert eftir því að sé verið að skilja hann eftir. Hann bara er sínum eigin heimi, sko. Ok, verður hann friðinn bara heima á sér, sko. Ég hef oft velt þessu fyrir mig með hljómsveitir að maður færa blá ógjá sem gæjum þegar maður er hittandi á hverjum einast degi, sko, klukkan 8-5 eða hvernig það er. Já, samt lúmst ekki, sko. Þú voru átt að ég og Sveppur með það góða vinni. Við gerðum allt saman í 10 ár. Og einhvern veginn nennum við ennþá að hanga saman. Ég held að þú eru bara að vera heppin með mannskap, sko. Ég veit ekki hvort ég og þú myndum endast hvern einasta dag. Það var að drepa. Ég hef oft pælt í ef ég myndi fara með þér í 2 vikur, 1 til Benidorm. Ég myndi að bara drepa það með penna. Af hverju í ósköpum? Við höfum verið náttúrulega bara líka rosalega mikið saman, sko, og við erum bara farin að læra þetta. Það verður svona eins og hjónaband bara. Já, þetta er svo leið, sko. Maður getur verið leiðilegur ef maður vill það. Þú veist, maður veit nákvæmlega ef einhverju svona ef þú ert orðin pirraður út í eitthvað, til dæmis kannski í hljómsveit, þú getur léttilega sagt eitthvað sem þú veist, hann verður vitlaus. Og stundum ertu bara í þenni skap að þú segir það. Þú bara, ok, ég er allavega ekki að bugi og það verður allt vitlaust, en maður svona lærir að segja það ekki bara, þá gengur þetta smúðli. En hvar eru tónleikarnir í kvöld? Þeir eru á NASA. Já, yngur vinkonu minni. Og eru ennþá hérna nálgur smiða eða? Já, það verður selt bara í hurðinni og þetta er svaka gig. Múki svona allar að koma og taka nokkuð lög áður en við byrjum. Ok, vel gert. Og svo erum við með marga svona auka hljóðfæraleikara, við erum eiginlega bara með annað band þarna bak við okkur sem er að hjálpa okkur, sko. Trompetleikara, celloleikara og ég veit ekki hvað, sko. Það verður allt í það. Þau eru náttúrulega gríðarlega vinsalega eftir síðustu plötu. Þau eru ekki hræddir við að vera vinsalega og þá myndu þau kannski tapa þessum hardcore svona fá sell-out stempilinn á sem minnum. Þetta er svo Jeff Hu, þeir gerir eins og laga þarna na svo bara fóru þeir í felur af því að þeir eru svo vinsalir. Það er endar inni, sko, þetta er 4. platan okkar, sko. Þannig að við erum kannski með svona meiri hardcore aðdáendur sem er búin að fylgja okkur aðeins lengur, þannig að ég held að við missum þá allan ekkert. Nei, þeir verða ekkert fúlir ef þið finnst þið vera of mikið að rembast við einhverja hittara.
getur vel verið að vera einhverjir fúlir sko, ef eitthvað verið of Þeir eru allir svo kommersial að þessi diktamenn, ég rættur að hlusta á. Helvítis diktafráka maður. En hérna svona rétt í lokin, stefnið á útlönd, er það alltaf draumurinn, er það ekki draumurinn hjá öllum? Við erum með útgóðu samning í Þýskalandi og höfum verið að fara þangað mjög mikið. Dikta í Þýskalandi, mann? Já, og svo erum við búin að vera í Bandaríkjunum líka og mér get ég opinberað það hér með skúbb mér sér, það er sko lag núna sem heitir Thank You sem er á nýrri tegund af Blackberry símum allan heim, 8 miljón símar framleitir. Ég er með Blackberry Já, mikill Blackberry aðdandi. Já, það er bara og vídeo mér sér líka, þannig að það er allt að gerast. En það er ekkert allt undir hjá okkur í tónlistinu, þú veist, er ekki söngvarningar eitthvað, því er gáðar, er hann ekki læknir eða eitthvað? Já, hann er læknir, hann er ekki gáðar. Hann er læknir, við erum allir menntaðir sko, höfum alveg okkar Já, ég verði ekki, en ég þól ekki til að lesa menn sem eru í bransanum og eru sprenglærði líka, því að þetta er eiginlega sem eins og ég og Sveppi, við klárum ekki svona í fjölbraut, svo maður að heyra, já, en hvað ætlaði að gera þegar tónlistin líkur? Nei, ég er náttúrulega læknir, já, ok, aðeinslega. Ég hef verið komin í sjoppu bara eitthvað hérna út í bæ. En herðu, við hvetjum alla til þess að fara á NASA í kvöld og bara takk kærlega fyrir komuna strákar. Já, við ætlum að fá að heyra hérna lagið What Are You Waiting For með Dikta. Og Skeifunni 5, sími 581 3002. Forever 21 er á outfit.is. Er allt í steik? Ekki missa af nýja steikasalatin okkar. American Style. Mundu þessi Pop Secret skilaboð. Engin transvita. Pop Secret, poppið í bláakossunum. Simpson í kvöld. Stuð og stemning með Eyþór Inga úr bandinu hans Bubba og Óla Bassafandi. Túborg og Simpson. Langar þig í bananasplitt? Ísbúðin, háletisblönd. Jack á klikkaða krakka. He's got a hamster taped to his back. At least put a helmet on that thing. En tvíburasystir hans er svo klikkaðast af öllum. Oh my gosh! Adam Sandler, Al Pacino. Frá framleiðendum Grown Ups og Just Go With It. Some twins can feel when the other one's hurt. I didn't feel it. I actually did feel something. Pride in myself. Jack and Jill, frumsýnd 25. nóvember. 100 leiktæki. Komdu að leika. Skemmtigarðurinn Smáralind. 1 SMS í 1917. Hvaðpenningar.is. Við erum með allt í réttu rafsuðuna. Sindri, Viðaræða 6 og Bæjarhraunið 12. Kvarasi á NASA. Aðeins á tónlist.is. Jólagjöfin í ár er lopapeysa. En fyrir alla þá sem eiga lopapeysu er jólagjöfin í ár gjafabréf á Hamborgarafabrikuna. Gefðu gjöf sem gleður bragðlaukana. Gjafabréfin eru seld á fabrikunni. Hamborgarafabrikan. Í jólapakkan. Dr. Dillon og Viking kynna Rockquiz á 50 Rockquizi byrjar klukkan 21 á annarri hæð á Dillon. Frýtt skot fylgir öllum drykkjum til miðnættis. Afnemum virðisaukaskatt af öllum skóm. Hagkaup. Einferð, betra verð. Nýtt tungl, nýjar milljónir. Lottopotturinn stefnir í 26 milljónir. Lefðu þér smá lottó. Föstudagur, fylgiritt fréttablaðsins á föstudögum. Margrét Einarsdóttir búningahönnur hefur hannað búninga fyrir myndina Brim og Óróa og þættina hjá Mið Íslandi. Hún sér búningana í næsta áramótaskaupi. Lesið föstudag, fylgiritt fréttablaðsins á morgun. Skipta í kaupæti með öllum jakkafötum. Herra Hafnarfjörður. Viltu jólagjöf frá Jójó Ís? 10 iPod Nano í verðlaun ásamt fjölda aukavinninga. Findu okkur á Facebook og vertu með. Jójó Ís, Nýbyggðavegi og Egilsgötu. Túborg kynnir kreppikvöldin sívinsælu á Bar 11 á 50-dagskvöldið. Hinn afarefnilega bári á treður upp og það er diskaþettir í búrinu. Bjór á 450 kall, skot á 450 kall og frítt inn. Bar 11 og Túborg fyrir fólkið í landinu. FM 95 Blö er í boði. Þú getur sótt lán með einu SMS-i. Krediða.is. Lakkerón gerir þið ekki sköllóttan.
FM 95 Blö á FM 95 FM 95 Blö á FM 957 og það Hjörvar Hafliðason sem situr þetta með mér eins og alla 50 daga. Það búið að vera þvílíkur gestagangur hjá okkur, Hjörvar. Það búið að vera mikið að vera. Það alltaf bara eitthvað lið hérna. Já, herðu, hvað að frétta nú þegar? Þú ert náttúrulega íþróttasérfræðingur, Hjörvar. Hvað að frétta í boltanum helgina? Það náttúrulega einn af leikjum ásins náttúrulega á sunnudaginn. Það náttúrulega Liverpool Manchester City á klukkan 4 á Anfield og svo sunnudagsmessan strax á eftir klukkan 6 þar sem að Rúnar Kristinsson ætlar að fara yfir leikinu með mér og Gumma. Ætlar Rúnar Kristinsson að heiðra ykkur með nærveru sinni? Já, það náttúrulega besti þjálfari landsins lítur að vera. Hann núverandi Íslandsmeistari og bikarmeistari og hann var náttúrulega hrikalega góður sjálfur í fótbolta, það vita ekki allir en þegar hann var eitthvað 17 ára gamall þá bauði Liverpool hún samning. Já, ok. En ég þekki þetta ekki alveg, hann neitaði því eitthvað álega fáránlegt sko. Nú, ok, þú getur spurt hann út í það á sunnudaginn. Hann var allavega hrikalega góður í fótbolta, sá gæi. Þannig að hann verður hjá okkur á sunnudaginn en það er þessi algengi misskilningur að konur hafi ekki áhuga á enska boltanum. Það bara ekki rétt. Nei. Það er alltaf að hafa meira og meira áhuga og maður bara finnur fyrir því. Það eru konur mikið að koma upp að þér og sína áhuga á boltanum? Ég var ekki með þetta hannig. Ég var að segja það að þetta búið að vera svona haldið þetta sé eitthvað male-dominated áhugamál. En það bara aldeilis ekki. Við sjáum það á Facebook síðan í okkur. Það eru mikið stelpum að kommenta enska boltan og allt slíkt sko. Og ég meina það er náttúrulega merkilega hlutir að gerast. Þannig að Arsenal eru náttúrulega þessa myndi bara með heitasta leikmann í heiminum í dag. Já, hann er bara bestur í heiminum núna held ég. Já, hann er ekki bestur í heiminum. Nei, eftir tvennunni gerð og ekki náttúrulega Messi og Ronaldo og svona. Ég bara, það verður að gefa Van Persie það, hann er í ruglinu maður. Hann er í ruglinu, hann er náttúrulega búin að skora og hann er búin að skora eitthvað 31 deildamark á þessu ári, sem 2011. Hann mætti halda hann í Grindavík í körfunni. Já, mætti halda það, það er ekki eins og hann sé ykkur í toppliði, Arsenal er í 7. seti. Það er það sem gerir þetta ennþá ótrúlega. Já, þeir eru samt búin að vinna einhverja 5 leiki í röðu deildinni. Það gengur vel hjá þeim og svo náttúrulega er bara Liverpool að rífa sig upp, búin að vinna þarna Chelsea, svo náttúrulega mál með Chelsea er með 34 ára gamla þjálfara, André Villas-Boas sem er Portugali og nú verður að tala að hann geti mögulega orðið atvinnulaus bara strax að Rússinn sem álið Roman Abramovich hafi ekki húmor fyrir honum lengur. Nei, hann er nú ekki sá þóliðmóðast í bransanum en Roman. Nei, hann er náttúrulega búin að vera ansið drúgur við að skiptum stjóra en ég trúi ekki öðru en að hann gefi honum aðeins meiri tækifæri. Svo er þetta annar stórleikur Manchester United á móti Newcastle á laugardag klukkan 3. Já, mínir menn. Rúni líklega meiddur þannig að þetta verður Ég með hann í fantasíunni þá þurfið að skipta hann út. Nei, hann verður óbúinlega heill. Háðan hann inni. Ég er sérst ég og Hjörvar saman í deild. Það er reyndar eitt sem er mest fallegt við þessa umferð. Það er ekki oft sem ég held með Liverpool. Nei. En mikið ofboðslega held ég með helgina. Það munu allir halda með Liverpool helgina nema Manchester City stundum. Það er svona verið svo tilfinning í deildinni að City geti ekki tapað. City í sína ákveðin hróka í meistaradeildinni með að ég segi ekki að stilla varaliða en þeir eru með veikara lið í meistaradeild heldur en í deildinni. Hvar var Aguero? Hann var á bekknum. Það var Kun Aguero á bekknum. Þeir setja Micah Richards á bekkin og þeir setja Gael Clichy á bekkin sem eru allt leikirmenn í þessu liði og það er greinilegt að meistaradeildin er kannski ekki númer 1 hjá þessum liðum. Deildin er númer 1 hjá þessum fótboltaliðum. Ekki á Chelsea, ekki á Roman. Nei, Roman er obsessed af meistaradeildinni. Það er hins vegar sá eini. Hann vill stóru eyrun. En svo er náttúrulega Tottenham að fara. Þeir eru bara eitt skemmtilegasta liði í dag. Mér finnst það. Það er sem er líka gaman með Tottenham að þú veist alltaf hvaða 11 er að fara að spila á Tottenham. Já, og það er mjög endast þú með 3 í Tottenham í fantasy. Það er eitthvað sem ég þarf að fara að skoða betur. Ég er þetta með 2, ég er bara með Gareth Bale og Emmanuel Adebayor. Það er það ekki með vandivart. Nei, það er Egill með vandivart. Egill með vandivart. En svo er náttúrulega fantasy-pælingar. Það eru allir að taka Robin Van Persie núna. Þú ætlar að vera skynsamur, ákveður ekki að taka eitthvað annað bett á þetta. Hvern myndir þú setja sem fyrirlið og ætlar að koma með eitt óvænt útspil hérna fyrir fantasy hlustendur? Já, ef þú ætlar að vera með óvænt útspil, það er náttúrulega erfitt að tippa eitthvað óvænt útspil en allir Aston Villa er heima á móti QPR. Já, reyndar QPR eru heitir. Darren Bent spilar alla leiki, veist það? Ég er með að Bangla horfa mig, ég mun halda honum. Já, en ég er að segja þú veist, ég líka vil ekki gefa fantasy tips af því að þú situr hérna beint á móti mig. Þannig að það er náttúrulega líka ótrúlega hvað þessi fantasy-leikur hefur slegið í gegn. Já, þetta er reyndar, ég verð að viðurkenna það, þetta hefur heldtekið mig, þessi leikur og ég hef sko... Ég get til að setja þér það að ég er með 3 leikmenn í hausnum sem ég langar að setja inn í liðið á miðunni og ég þarf að velja einn af þeim og þegar einhver annar af þessum gæðum skora síðan helgina... Já, þá bilast maður. Ég skipti svo oft lið áður þetta byrjaði, þegar maður mátti skipta eins, þú varst með svona valkart áður en deildin byrjaði. Ég held ég að stilt upp svona 40 liðum og það var
alveg sama hvaða leikmaður í heiminum myndi skora þá helgi, hann var einhvern tímann í liðinu mínu, þannig ég var alltaf svektur. Algjörlega, þannig að þetta algjör veisla og endilega fylgjast með enska boltanum helgina. Þetta besta sjónvarp í heiminum. X-faktor frábært og allt það, en þetta bara besta. Já, ég enda að fíla X-faktorinn núna á föstum. Það held ég með Astro. Hvað var hann að gera í bottom 2 síðast? Astro, það ekki litli... Jú, litli rapparinn maður. Hann geðveikur. En herðu, talandi rappara, þá ætlum við að fá þetta lag, finnst mér eitt flottasta lag sem hefur komið með Rottweiler bara í einhver ár. Þetta eru félagarnir með... Hann minnist á Kobe í þessu lagi, hlustu á það. Já. Þetta finnst mér flott lag. Verða viðurkenna. Reykjavík Belfast. Verður að viðurkenna, þetta skammast ég fyrir það? Nei, 0, ég veit ekki af hverju ég sagði þetta. En herru, það er komið að Hemma Gunn viðtalinu. Já. Það er sem sagt liður hjá okkur sem við prófum í síðustu viku. Og þetta er 0 diss á minn uppáhald bara útvarps- og sjónvarpsmann Hemmi Gunn, hann er náttúrulega legend og ég fæ svona föðurtilfinningu þegar ég hitta hann er stórkostlegur maður. Kóngurinn. Já, en við höfum oft rætt að það sem er svo skemmtilegt með Hemma, hann er með hrikalega smitandi hlátur. Já, er alltaf léttur og skemmtilegur. Já. Þannig að við tökum viðtal bara eins og hann gerir, léttur og skemmtilegt við einu alvöru idolstjörnu Íslands, Ingo. Já. Sem er einmitt að gefa út alveg fáránlega góðan disk, eða minn. Já, og það sem er svona einkennandi með Hemma Gunn er þegar hann er búinn að spyrja spurningu og þá hlær hann. Og við skulum fá að heyra Hemma Gunn viðtal við Ingo Veðurguð. Halló. Er það Ingo Veðurguð? Já, þetta er hann. Komdu sæll og blessaður Öddi hérna í FM 95 blöð. Já, sælir. Blessaður, Hjörvar hérna líka, blessaður. Blessaður, Hjörvar. Herri, hérna... Ingólu Þórarinsson, Ingo, eini maðurinn úr Idolun sem hefur meikað, þú ert að gefa þinn fyrsta sólodisk, er þetta það besta sem þú hefur gert í tónlistinni? Já, ég myndi nú segja þetta kemur sterklega til greina, sko. Já. Eru hittarar þarna? Það eru, já, ég held svo séu svona 4-5 álitlegir hittarar. Svona eitthvað Bahama-stælega? Nei, þetta er svona aðeins öðru vísi, sko. En hvernig er að taka núna disk og ekki vera með Veðurguðunum? Fóru þeir ekki bara í fílu og neita að tala við þig? Nei, við erum alltaf að spila saman annars slagið, sko. Já. En hvernig verður þá veðrið helgina? Veðrið? Ég veit það ekki, sko. Ég hef nú heyrt þennan áður, en það verður vonandi gott bara. Ég hef nú að fara til útlanda sjálfur, sko. Já, ok. Hann er aðeins að hlaða batterín áður en að jólatörnin kannski hefst að fullu? Já, fyrir Tenerife 25 steg hita. Það er stæll á mínum. Hvað er þið? Ég segi það er stæll á mínum. Já. Tenerife. Þannig að þú þarft væntanlega ekkert aðstoð Veðurguðuna til að fá gott veður þar? Nei, það er bara alltaf gott veður á Tenerife, sko. Já. Segðu mér annað eitthvað, þú ert náttúrulega í fótboltanum líka. Já. Og þið eru þarna á Selfossi. Já. Hvernig það þeir að ferðast með rútin í bæinn? Er hún á álfelgum og er spoiler og svona á rútinni? Því að þeir eru nú Selfoss. Nei, það er eitthvað í tækinu. Það ekki? Það er skímó í kassetutækinu. En er þér illa við... Nú ert þú náttúrulega eini maður sem gerður eitthvað úr þínum tónlistarferðli í þessu Idoli. Voru hitt bara allt einhverju hálfvitar, eða? Nei, ég get nú ekki sagt þér að vera hálfvitar, sko. En þá voru allir að gera sitt besta og ég greinilega laði mig bara meira fram. Já, það er gæmlega. Ég var duglegri. Já, ef þú yrði nú að velja Ingo fótboltan eða tónlistina, hvort yrði þið fyrir valinu? Ekki getur þú verið með gítarinn með þér á miðunni, eða? Nei. Nei, hvað er þið fyrir valinu? Það er bara... Það fyrir eftir hvort að ég væri kannski svona heimsfræg rockstjarna eða færi bara í Real Madrid, sko. Já. Sem myndi velja á Real Madrid, sko. Skemmtilegt svar, Ingo, skemmtilegt svar. Þú ert brattur bara. Hvað er kallinn að spila helgina? Ég er að spila á Kaffi Óliður í kvöld bara. Já, ok. Það er nú alltaf slegið, þú ert búin að vera það lengi og það er alltaf slegið í gegn og alltaf gengið svona vel. Hver er lykillinn bak við það? Já, lykillinn er að spila eitthvað hrest, eins og þeir strákarnir eru að spila þarna á FM. Spila hrest lög og vera kannski ekki of
Er það ekki, Ingo, er það ekki akkurat sem þar svona í skammdeginu, einhver hress tónlist? Jú, það einmitt málið, sko, að koma hérna. Tökum kannski eitthvað jólalög líka á svona, líða jólum. Já, en hvernig með diskinn, Ingo, hann komin í búið, hann að seljast vel, eða? Já, ég sel mikið á hann sjálfu bara. Þetta fara bara í hús eins og bókasalar? Nei, ég tekka með á tónleika bara. Já. En séu granna, ég verði að spyrja fyrir alla stelpunar þetta. Ertu á föstu eða? Nei, ekki kannski á föstu, en svona ekki kannski á lausu heldur. Stórkostlegt, er Ingo. Þetta gerir bara lífið skemmtilegra. Já, við erum bara allir rosa hressir. Eru menn eitthvað með þarna einhver 5 í fötu á hann Það er tilbúið 5 í fötu, 1700 kall, 1500 kall í fossul og 1000 kall með hurðina. Já, þetta er glæsilegt. Nei, þetta er bara smár hæsleiki hérna. Þetta var ríkalega gaman að heyri þér, Ingo. Farðu valli og gaktu hægt gleðina til í kvöld. Sömuleiðis, strákar mínir. Við sjáumst. Langar því að gleðja vinnufélaginn á föstudaginn? FM 957 er komin í jólaskap og Heiðar Austmann ætlar að velja eitt fyrirtæki sem fær glaðning frá Túborg Júlebrí. Komdu inn á fm957.is og skráðu vinnustæðin þinn í pottinn. Og hver veit nema þú verður hrókur alls fagnaðar í vinnunni næsta föstudag. FM 957 og Túborg Jólabjór. Hafðu hausinn í lagi með Moosehead. Moosehead eru heitustu mótunarvörurnar á markaðnum í dag, en þær eru ætlaðar karlmönnum. Í tilefni þess að Moosehead er að koma til Íslands þá ætlum við að vera með skemmtilegan leik þar sem minningarnir eru flottir og öðruvísi. Findu Moosehead á Facebook, settu like á síðuna, findu út hvaða Moosehead hentar þér og þú átt möguleika á að vinna. Nike 6.0 Brettagalla. Heilan bíósal undir þig og vini þína til að spila tölvuleik eða horfa á kvikmynd. Fría klippingu í heilt ár og einnig ársbyrðir af Moosehead mótunarvörum. Hafðu hausinn í lagi með Moosehead og FM 957. 16 bátum mánaðarins og kók á 790. Hlöllabátar. Nóa Kropp. Ómissandi, brakandi snilld. American Style. Hey Papa Lula, she's my baby. Ertu búin að smakka Elvis-borgaran? American Style. Mistu ekki af jólabónus American Express. Skráðu þig á americanexpress.is og tvöfaldaðu vildarpuntasöfnun Icelandair af allri veltu. American Express. Kortið sem kemur út. Stöðin er svona hágæða kaffihúsa, lúusjoppu, grill og rúnstíkjadænir. Ég endurtek hágæða kaffihúsa, lúusjoppu, grill og rúnstíkjadænir. Stöðin. 11 tegundir af ís og lér. Ísbúðin, Háleitastraumur. Tvíburasystir hans er að koma í heimsókn. Oh my God! Gerðu þig kláran í grínið. Gleðina. Og stuðið. All you gotta do is make contact. Adam Sandler, Al Pacino. Oh my God! I'm sure you have others. You'd think it, but oddly enough I don't. Frá framleiðendum Grown-ups og Just Go With It. Jack and Jill, frumsýnd 25. nóvember. Sleggjan, geggjuð upplifun. Komdu að leika, skemmtigarðurinn Smáralind. Í Griffli bjóðum við lægra verð á öllum jólabókunum. Alla daga, alltaf. Griffill, alltaf ódýrari. 10, 20, 30 eða 40.000 krónur inn á reikningin hraðpenningar.is. Græna ljósið kynnir, meistarastykki Tropa Delete 2, Elite Squad. Aðsóknarhæsta mynd Brasilíu frá upphafi og gaggrínendur er að missa sig. 100% einkunn á Rotten Tomatoes og myndinni er líkt við bestu myndir Coppola og Scorsese. Tropa Delete 2, frumsýnd á föstudaginn í Smárabíói og Háskólabíói. Dr. Dillon og Viking kynna Rockquiz á 50. Rockquizi byrja klukkan 21 á annarri hæð á Dillon. Frýtt skot fylgir öllum drykkjum til miðnættis. Magnað Bíkó klúbskvöld í Vestlunum Bíkó Breidd, Selfossi, Akureyri og Suðurnesjum í kvöld 24. nóvember milli klukkan 19 og 21. Ótrúlegir afslættir og einstök tilboð, lifandi tónlist og ljúffengar veitingar sem koma öllum í jólaskap. Bíkó byggir upp jólastemminguna.
Föstudagur, fylgiritt fréttablaðsins á föstudögum. Margrét Einarsdóttir búningahönnur hefur hannað búninga fyrir myndina Brim og Óróa og þættina hjá Mið Íslandi. Hún sér búningana í næsta áramótaskaupi. Lesið föstudag, fylgiritt fréttablaðsins á morgun. Skyrta í kaupæti með öllum jakkafötum. Herra Hafnarfjörður. Viltu jólagjöf frá Jójó Ís? 10 iPod Nano í verðlaun. Engin ís kostar meira en 699 krónur til 20. desember. Jójó Ís, Nýbýlavegi og Egilsgötu. FM 95 Blö í boði. Vantaði lán? Það alltaf opið hjá okkur. Kredía.is. Lakkerón gerir þið ekki sköllóttan. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö á FM 957. Hvernig fílar Adele, Hjöpi? Ég veit það ekki. Hjálfurni? Er þetta eitthvað gott eða? Mér finnst það nógslega góð. Þetta er fínt. Við kennum það. Ég er aðdáandi hennar. Já, þetta er endur ágætt, sko. Hún á þarna lagið þarna... Someone Like You og svona. Já, og fínt hjá henni. Já, fullt af flottu lögum. Ég var einmitt að spá ég að enda hérna þáttun okkar núna og eftir á Someone Like You, en bara með Svessa. Ekki gera. Með Big Svessa. Já, þú varst búin að byggja óskalagi í lógin. Herri, já, það styttist í bara... Það styttist í helgina líka. Já. Það er ekkert að vera í bíó því að Adam Sandler með allt niður á sig. Hvað er að gerast með Adam Sandler núna? Þú veist, trailerinn á þessari nýjumynd, þeim eru aldrei líst jafn illa á eitthvað eitt. Nei, þetta er svona, hann er þetta hann í Eddie Murphy, þar sem er allir að prumpa einhvern veginn og hann leikur allar karakterinn og eitthvað. Hann er með allt niður á sig, sko. Eins og þetta er mikill snillingur, sko. Já, hann var snillingur, en þú tapar oft bara snillingáunni, sko. Nei, þú tapar hann nefnilega ekki. Það sem hann þarf að fara að gera, hann þarf að fara, sko, vera með öðrum, hann þarf að fara í önnu verkefni, ekki vera að skrifa þetta með félögum sínum eins og Rob Schneider og öðrum, og ég held að hann sé of mikið inn í þeirri bubble, sko. Það sem hann er að skrifa, þeir skrifa alla myndina saman, þessi félagar hans í Happy Madison. Já, þetta er hann ömulegt. Já, það þýðir samt ekki að Adam Sandler ekki en þú snart. Eitthvað annað í gangi á þeirra melkina, það er náttúrulega alltaf partí og þeirra ekki. Já, stanslaus gleði hjá blöðmanninum, herðu, jú, hér að fara í jólahlaðborð á laugardaginn, allir vinnirnir frá Sauðárkróki ætla út að borða. Geðveikt. Já, mér líst vel á það. Við erum þess að fara í Perluna. Það er svona ekta gæjar utan á landi að koma saman, fara í Perluna. Já, ég er reyndar skipulega þetta ekki, þannig að við ekki rækka með þetta. Nei, það er flott, það er flott stil á þetta. Ég ætla reyndar að nota tíman eitthvað að lesa. Egil var að koma með, Gilsari var að koma nýja bók, Heilræði. Já, hún er komin í búðir. Þetta alla til þess að nálgast hana. Ég er með þess að búin að lesa hana. Ok, ég er að lesa hana bara fyrst núna. Ég tók einhverja fyrstu 40 eða 50 síðunar í gerð. Þetta er skemmtilegt. Mér fannst fyrsta bókin frábær. Önnu bókin fannst mér svona lala. Mér finnst þessi í sömu gæðum og fyrsta. Mér finnst hún mjög fyndin. Já, ég Það er ekki það að ég fara að segja allir það morgun. Nei, það er bara fínt að, ég veit hann ekki hlustaðin, en þetta er eiginlega besta sem hann hefur gert. Við verðum að gefa kallinu það. Mjög skemmtilegt. Já, þetta er greinlega að kallin hefur lagt að helviti mikið í þetta. Það er samt sko, eitt af leiðilegasta sem ég gera er að hrósa allir sko. Já, það er svona, það er svona að bera í bakkafullan lækinn þar sko. Já, maður hrósar honum alltaf ekki kringum hann sko. Nei, það er alveg á hreinu en þið eru hérna á morgun eða ekki? Jú, ég og Egil er mitt, 2 harðir hérna. Og Sverrir Bergman mætir hérna á morgun? Já, með föstudagslægið og ég held hann ætla að taka hérna Ríu Hönnu-lægið. Þú veist, nú eru þið báðir frá Sauðárkróki og báðir sköllóttir. Var eitthvað í vatninu? Nei, þú veist, geti það verið sápa í Nei, í alvörunni, og pælir í því. Nei, sko, það er ekki Þetta er ótrúið tilvíðin. Tveir gæjar sem eru bara á sama aldri og ég, eins og ég náttúrulega Þú með þitt þykka hár. Já. Að þið skulle vera 2 svona ungir menn og báðir sköllóttir. Þetta er svo ógeðslega sorglegt. Sorglega við þetta, við erum ekki eins og bara 2. Nú er fleiri sköllóttir gæjar. Já, frændi. Þá hefur bara eitthvað verið að sápunni. Frændi, styrmir. Já, frændu þetta og styrmir. Já. Veistu hvað? Þetta er pottilega eitthvað í sápunni þarna í Sauðárkróki. Já, við látum rannsaka. Það getur verið of lágt pH-gildi í henni. Akkurat, og með þessum orðum ætlum við að kveðja í FM 95 Blöð í dag. Ég hvet allan til þess að hlusta klukkan 4 á morgun þegar að Eldhúspartí í kvöld. Eldhúspartí í kvöld, dikta með útgáfutónleiki í kvöld. Það er hellingur að vera. Steven Seagal er að keppa í utandeildinni í Keilu fyrir áhugasama. Þar verður við grjótarðir, ég, Sveppi, Svessi og Leri. G-bletturinn að mæta hérna í stúdíu Rikki G. Rikki G-bletturinn er mættur. Hvað segir kallinn? Góður. Já, ég hvet allar til að hlusta á G-blettin. Við ætlum að enda þetta lagi sem að Hjörvar bað sérstaklega og það heitir Rain on Me. Þetta er bara slagið. Ertu jafn mikill pitbull maður og... Ég kallaði Mr. Worldwide. Ertu?